Þá setjum við start. Góðan daginn og velkomin á þennan kynningarfund vegna deiliskipulagsbreytingar Dalbraut 8. Ég heiti Ragnar Sæmundsson og er formaður skipulags- og umhverfisráðs. Með mér í dag er Sigurður Páll Harðarson, sviðsstjóri, og Hafdís Sigurþórsdóttir, fulltrúi, en hún mun rita fundargerð. Ég vil byrja að fara yfir forsögu málsins og svo mun Sigurður Páll taka yfir og fara yfir kynningarleiðina. Forsagan er sú að á bæjarstjórnarfundi 14. desember árið 2021 var samþykkt að byggja samfélagsmiðstöð á Dalbraut 8. Samfélagsmiðstöðin mun hýsa starfsemi Fjölliðunnar, endurhæfingarhússins Hver, ásamt félagsmiðstöðinni Þorpinu og frístundastarfi fyrir börn og unglinga. Ákvörðunin byggir fyrst og fremst á samfélagi án aðgreiningar. Með samfélagsmiðstöðinni gefst tækifæri til að sameina í einu húsi þá starfsemi sem í dag dreifist á marga staði. Það skapar tækifæri til aukinna þekkingarflæðis milli starfsmanna og starfstöðva sem mun án efa skila sér í bættri þjónustu við alla hópa. Hverri starfsemi er ætlað sitt sérrými, en mikil tækifæri er engu að síður í samnýtingu húsnæðis með tilheyrandi fjárhagslegu hagræði. Þá gefur stór trjágarður á lóðinni ýmis tækifæri til útiveru og hagnýtingar svo sem matjurtaræktunar. Ákvörðun um uppbyggingu á samfélagsmiðstöðinni gerir ráð fyrir að hægt er að hefja þar starfsemi árið 2024. Það gefur tækifæri til að flýta mörg ár áformum uppbyggingu og aðstöðu fyrir frístundastarf barna og ungmenna og starfsemi endurhæfingarhússins Hver. En fyrirsjáanlegt er að uppbygging á húsnæði fyrir starfsemi Fjölliðunnar mun seinka 1 ár. Takk fyrir. Nú mun Sigurður Páll Harðarson, sviðsstjóri, taka við og fara yfir gögnin. Góðan daginn, Sigurður Páll heiti ég, sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs, og ég ætla að fara hérna í stuttu máli við þær skipulagsbreytingar sem við erum að gera á Dalbraut 8 í ljósi þess að það er að fara að rísa samfélagsmiðstöð eins og Ragnar kom inn á hérna fyrr. Nú, hverju erum við að breyta? Notkun lóðar og nýtingarhlutfall mun hækka, þar sem við munum í rauninni bæta við fyrstu hæð hússins. Þannig að við komum þessari starfsemi fyrir og eins og ég sagði þá verður samhliða byggingarreitur kjallara og bílgeymslu stækkaður og salarhæð er þar með aukin en að sama skapi mun bílkjallari vera settur í raun alveg niður, þannig að hann stendur ekki upp úr lóðinni. Nýtingarhlutfall á lóðinni er sem sagt hækkað úr 1,6 í 2,0. Og þetta byggingamat sem við erum að bæta við á fyrstu hæð er 1750 fermetrar. Hérna sjáum við gildandi skipulag og planmynd af því og við sjáum að húsið er stallað og fer alveg upp í 6 hæðir og dettur svo niður í 2 hæðir þarna sem móts við Dalbraut. Og síðan sjáum við þetta græna svæði merkt G, þar sem inn í trjálundurinn er á bak við gamla rafveituhúsið. Nú, drög að breyttu skipulagi, þá er búið að setja inn möguleika á því að gróðurhús geti risið í trjálundinu. Það er gróðurhús núna við Dalbraut 10 og meiningin er þá að færa það þarna á milli. Síðan er líka möguleiki á því að bæta við einhvers konar svona skála við Dalbraut 8, það mannvirki, þannig að það verði innangengt inn í hann frá húsinu. Og síðan sést þarna hvað er búið að bæta við kjallara og fyrsta hæðina.
Og heildarbyggðir fermetrar samkvæmt þessu, við sjáum að lóðin er þarna 475 fermetrar, nýtingarhlutfall 2, þannig það er 2 sinnum 475. Hérna sjáum við gildandi skipulag annars vegar og síðan drög að breyttu skipulagi og litirnir inni tákna hæðirnar á húsinu og ljósbrúni liturinn á móts við Dalbraut eru 2 hæðir, síðan er hann dökkbrún, þá er hann komin í 3 og svo þessi hérna sem er orðin rauður, þá er það komið í 6 hæðir og þið sjáum stöllunna sem er á húsinu. Sjálfum sér er ekkert að breytast í raun nema það að við erum að bæta við þessum 1750 fermetrum á fyrstu hæð hússins. Hérna sjáum við síðan módelteikningu og hérna sjáum við sem sagt Dalbraut 8 og eins og það var hugsað, þá er þarna garður innanvert við húsið. En meiningin er að stækka hann með þessum hætti, þarna sjáum við fyrstu hæðina rísa og þarna erum við að hugsa þetta pláss sem við nefnt áður fyrir samfélagsmiðstöðina. Samhliða þessum mun, eins og ég sagði áður, vera hérna stækkaður bílakjallari. Hús að öðru leyti er eins. Nú, notkun, sem sagt, henni þá breytt með þeim hætti að heimilt verður að hafa atvinnustarfsemi og félagsstarfsemi á jarðhæð, auk íbúða. Og þessi félagsstarfsemi er það í rauninni hugsuð sem þessi hérna samfélagsmiðstöð. Nú, aðgengjastarfseminni verður frá vestur og norðurhliðum hússins, það er að segja frá Dalbraut og síðan norðan megin við húsið og síðan er mögulegt að hafa einhverja vesturnáglugga í vesturálmu sem að tengist á Dalbraut. Og eins og ég kom að áður að þá mun nýtingarhlutfallið hækka úr 1,6 í 2 og aukið byggingarmagn nemur allt á 1750 fermetrum. Nú í núverandi greinargerð með því skipulagi sem er í gildi á Dalbraut 8 er talað 53 til 59 íbúðir. Með þessum hugmyndum sem eru núna þá mun íbúðum fækka þar sem að samfélagsmiðstöðin mun að einhverju leyti taka þær yfir á fyrstu hæð. Og hér er verið að reikna með 44 til 50 íbúðum. Þetta er eins og að tala sem við þurfum að skoða betur. Nú, þess verður að sjálfsögðu gætt að fjölbreytni verði í íbúðastærðum og íbúðagerðum og það er ekki heimilt að hafa einungis eina íbúðagerð í svona stóru húsi. Og eins og kemur hérna fram þá er töluvert svigrúm í fjölda íbúða, bæði eftir stærð þeirra og bílastæðaþörf. Hérna sjáum við húsið séð frá Esjubraut og þarna sést gamla fjölíðan á Dalbraut 10 og ef við höldum svo bara áfram eins og við götuna, það er að segja Dalbraut á lóð við Dalbraut 8 og í bílgeymslu er gert ráð fyrir samtals 83 bílastæðum. Við munum síðan skoða þessar bílastæðaþörf með tilliti til þeirra stærðar sem verður á viðkomandi íbúðum og ennfremur inni þeirri starfsemi sem verður inn í samfélagsmiðstöðinni. Nú, það eru 58 bílastæði innan lóðar og síðan í bílgeymslu fyrir 39 til 50 íbúðir. Síðan eru reiknað með 25 bílastæðum sérmerktum fyrir þessa starfsemi sem er í samfélagsmiðstöðinni. Því til viðbótar erum við að velta fyrir okkur möguleikum ef þarf að segja bílastæðum á bak við Dalbraut 1, en bærinn er þar stór eigandi að húsrými sem er þar og það er töluvert af stæðum sem við getum hugsanlega nýtt ennfremur fyrir þessi starfsemi. Nú, ofan á fyrstu hæð er reiknað með að verði garður, ekkert ósvipaður er á Dalbraut 4 og hann skal frágenginn með grasi og runnagróðri og ennfremur
gerum við ráð fyrir að það verði útivistarsvæði og leiksvæði. Og síðan er lögð áhersla á það að greiður aðgangur skuli vera úr öllum stigahúsum að garðinum og síðan viljum við útfæra tengingu og tröppur úr garðinum niður á lóðina. Hérna sjáum við síðan sniðmynd, hérna sjáum við bílgeymslu, kjallara þá með geymslu fyrir viðkomandi íbúðir. Síðan er inni fyrsta hæðin sem sýnir þá félagsstarfsemi og hugsanlega atvinnustarfsemi og hugsanlega íbúðir. Og svo stallast þetta upp og fer allt upp í 6 hæðir. Hérna horfum við í norður, þar í áttina að Esjubraut og þá sjáum við hvernig sniðið lítur út og líka stöllunina, sem sagt lægsta hæðin er á Mósri Dalbraut eins og við sjáum við á sniðinu og svo hækkar þetta í austur. Nú eins og við komum áður að þá er heimild fyrir byggingu á gróðurhúsi í garðinum, austan Dalbrautar 8 og síðan er líka möguleika gróðurhúsi sem er áfóst við húsi sem verður á Dalbraut 8. Og svo sjáum við hérna á myndunum hvernig þetta gæti hugsanlega litið út. Nú, breytingin hefur í raun óverulega áhrif á útsýni frá öðrum byggingum, einfaldlega vegna sem við erum í raun bara að bæta við á fyrstu hæðinni. Þannig að breytingin hefur ekki mikil áhrif frá því sem hún er nú þegar á umhverfið. Hún þrengir lítillega skógræktinni austan lóðar, einfaldlega vegna þar hugsanlega setjum við niður lítið gróðurhús. Og síðan hefur reiknað með að það sé 1 bílastæði fyrir hverja 70-80 fermetra starfsemi í þessari samfélagsmiðstöð. Hérna síðan erum við að horfa bara eftir í áttina að Akrafjalli og þá sjáum við svona hvernig þetta lítur út oft frá Dalbraut. Nú málsmeðferð, núna erum við bara stödd í rauninni á kynningastigi og síðan í framhaldi af því að þá væntanlega fáum við ábendingur frá ykkur og tökum þær þá inn í skipulags- og umhverfisráð og síðan í framhaldi af því þá munum við reyna að útbúa endanleg skipulagsgögn og þau væntanlega fara sín í auglýsingu í 6 vikur þar sem hægt er að koma aftur með athugasemdir og síðan þegar því lýkur og þeim er síðan svarað þá fer þetta aftur fyrir skipulags- og umhverfisráð, þaðan inn í bæjarstjórn, þaðan til skipulagsstofnunar og vonandi endar þetta inn í B-deild stjórnartíðinda. Það eru þá lokin á þessu skipulagsferli. En ég sé það vantar á glærunni í rauninni netfangið en ég myndi leggja til að það kæmi inn á skipulag@akranes.is. Það eru ábendingar sem þið viljið koma á framfæri. Þar með hef ég lokið máli mínu. Takk fyrir. En ég opna hins vegar fyrir spurningar. Ef það eru eitthvað spurningar þá getið þið sendt inn og við reynum að sjálfsögðu að svara þeim. Þeim spurningum sem við getum ekki svarað núna verður þá svarað síðar. Eða það er líka hægt að senda inn á skipulag@akranes.is. En ef það eru einhverjar spurningar, núna endilega bara sendið okkur inn, farið þarna í kommentið og gerið bara og þá kemur það inn til okkar. Ég hef með svona 2-3 mínútur. Það kom ekki eitthvað inn.
Það engar spurningar að berast, en við þökkum bara kærlega fyrir í dag og ég endurtek bara það sem Sigurður Páll sagði áðan að ef það einhverjar ábendingar eða athugasemdir það bara skiljast þær inn á skipulaga.akraness.is og við munum þá taka það til meðferðar. Annars bara takk fyrir í dag og vonandi hefur þetta verið uppbyggilegt og gagnlegt fyrir ykkur. Takk kærlega.